Heyrðu, erum við ekki bara góðir? Jú, takk fyrir bókina líka. Já. Ég hlakka til að lesa Mér þetta. datt í huga, Hvernig gerðu þessa? Mér datt í huga að gefa þér þessa. 2000 og hún kom út 2013 held ég. Ég var að skrifa hana 2011 og 12. Já. Þannig að ég tók viðtöl við ættingjan hans og vin hans og Já, svona. Og mjög skemmtilegt verkefni, sko. Já. Svaka, flottu kall. Já, sem mikill andi og orka í honum, sko. Já. Þannig Er hann eina fyrirmyndunum? Já, Við byrjum bara á Jóni Páli. sko, bara frá því ég leiði spóluna, bara, þetta ekki 11 ára, 12 ára, þannig að heimildamyndin, þannig að Jón Páll, ekkert mál fyrir Jón Páll. Þannig að ég horfði á hana og ég var bara svona, wow, búff, strax, svona, náði tíminn, sko. Það er alveg svona hluti sem eru sammertir með ykkur. Ljósærðir og massaðir og bláu og mikil orka. Já, og brálaðir. Þú ert ég með hugsa, sko, hvernig væri Jón Páll á TikTok og Instagram? Já. Ég ætla að þú kannski kemst næst í á Íslandi að vera svona eins og Jón Páll hefði verið. Já, ég myndi segja að hann lifir í mér, sko. Bara víkingagen, sko. Já. Og svona, já, mér veit ekki. Já, þegar ég lyfti og þar ég verið að brjálaður, sko. Það var svona alveg, þú veist, kveikja vel á mér, sko. Hvað er það? Er það nær maður ekstra styrk við að Já, sko, að hún er að kveikja adrenalínu, sko, þá ertu ekstra sterkur, sko. En þú þarft ekki að öskra eins og ég, sko, alls ekki. En stundum er ég bara hræddur á þeirri lyfti. Nú, hræddur? Ég kannski að fara að lyfta 220 kílóum og þú getur bara, þú veist, að þú nærist ekki upp og deyriðu. Og þetta er aldrei upp á líf og döði hjá mér að lyfta, sko. Alltaf hver einasta æfing skiptir máli. Og ég kveiki bara á mér. En það má ekki vera neitt efi, ekkert hygg þegar þú lyftir, allan að þegar þú ert komin í svona þyngdir. Ef ég er eitthvað, er ég að fara að ná þessu, eitthvað tæpurinn hinnu, þá er ég ekki að fara að gera það, þá nærist ekki. Þetta þarf að vera bara áfram, drepa, upp, drulla þessu upp, aumingiðin. Þess að segja við sjálf bara. Og svona, já, þú þarf bara að vera grimmur þegar þú lyftir og mér er gott að svona gersalega losa allt mér, sko. Já, ég ætla að segja bara þegar ég sé, þú veist, farið hann að gýr, er þetta ekki eitt af þessu sem að vantar svolítið oft á Íslandi og jafnvel ekki síst í kallmenn, sko. Já. Að losa aggressjón, þannig að losa aggressjónin og réttu stöðum. Já. Þannig að hún kom ekki út á rangan átt. Já, svo að menn sé ekki bara geðbilaðir í umferðinni bara nákvæmlega. Og það er bara, það er gott að, þú veist, þarft útrás og þarft að hreyfa þig. Við erum dýr, það gleymist, við erum bara, þú veist, við erum kallmenn og við þurfum að bara gjörsamlega vera aktífir, við þurfum að vera á ferðinni, við þurfum að labba, ekki bara að sitja allan daginn og við þurfum að gera alls konar stótt til að halda okkur á lífi, þú veist, við ætlum ekki að fara í apan aftur, þú veist, að við erum allir bara sitjandi, skilur, að því ég er búin að vera einkaþjálfari, skilur, í 2 ár, alltaf standandi og núna finn ég byrjar meira í tölvunni að búið til content og svona, og finn ég bara, þú fæði meira hausverkjum að því líkamsstaðan er kannski hér og ég þarf bara gjörsalega að minna mig á, vertu veist, vera með herðablöð aftur og kassinu upp eins og þessu band tóa mig upp. Góðu punktur, það er gott fyrir þá sem er að hlusta á orðvæði mitt að ég er nýkomin úr svona hálsbulli, sko. Já, og ég var eitthvað komið bólgur og vesen og eitthvað dót, svo fyrir eitthvað að pæli akkur er þetta og ég gæti ekki komist að neinu öðru en bara ég vinn svo mikið í tölvu og alltaf í símanu líka og þá er maður orðin einhvern veginn eins og ég veit ekki svona hókin allur. Við þurfum einhvern veginn að byrja að vera bara svona í símanum, sko. Þetta sé óþægilegt en þetta er ekki hægt að vera hér. Nei. Við erum bara að fara aftur í apan að við erum alltaf hérna, sko. Og bara passa okkur á símanum líka. Megum ekki vera overstimulated. Það er að framleiða mikið að vera overstimulated, sko. Við erum það er svo auðvelt að vera bara að gera ekki neitt og vera bara mikið í dag. Það er auðvelt. Ég er nýbúin að taka viðtal við hann, nýbúin að birta viðtal við hann Sigurðan Erni, ofurhlaupara. Hann var einmitt svolítið svona þema í þessu var að ef að lífið þetta er orðið of þægilegt, þá endar það bara með veikindum og sjúkdómum og rugl. Já, klálega. Ég má ekki lifa þægilegu lífi, sko. Ekki? Nei, jú, þú veist, maður má vera þægilegt upp á vissu marki, en ég þarf að vera að gera eitthvað erfitt.
ég þarf að vera eins og núna, ég að æfa 5 tíma dags cirka, svona 4-5 tíma skilur process og síðan ég að þjálfa kannski svona 8 tíma, 7 tíma æfa sjálfur 5 já. 5 tíma? Hvað er það að gera æfingum í 5 tíma? Já, með sáni, með teyjum og með rúli uppbytun og svona en bara basically lifta í 2-3 kardio klukktíma teyjur, sána ég verð að gera það, ég bara mér sem ekki orku já, ég bara, ef ég gera ekki þá bara fer ég að gera eitthvað heimsflött Hvað gerist þú að gera það ekki? Það verður bara eitthvað klikkað já, svona, þú veist, þá verður ég bara svona, mér langar í þetta og finnst ég allt skilið og þú veist, og verður bara latur eða, þú veist, ef ég ger þú veist, ég þarf bara að vera að gera eitthvað erfitt ég er bara svona íþróttumæður og þarf bara að vera þú veist, ég er bara alveg upp við það ég var í fótbolta og við vorum bara úti í frosti og það bara grjóthaldi í kefti og sprettið og manni var ískalt á tánum og þú veist, það var bara já, ég meina, þú veist, ég þarf bara að vera í einhverju erfi og ég þarf að vera að stefna einhverju svona stóru, sko Ég hugsa þetta, sko, ég er svona einn af þeim sem að þegar eins og núna, við erum að taka þetta viðtal núna snemmi í janúar, sko heilsan maður þegar maður er búin að vera í svona tímabili svo núna sem að ég var aðeins veikur og svo líka byrja að horfa alltaf á Netflix á kvöldin og svona sofa aðeins lengur það byrja bara svona óhamingjustíi það er bara rúlla hægt og róla því ég tengi við ég held að sé innbyggt í allavega, þú veist, flest okkar allavega í mig það er þetta sense of achievement mér verður að líða eins og ég sé að afkasta ykkur og afreka eitthvað til þess að einhvern veginn það sé jafnbæði að þá get ég slaka á og notið þess að einmitt bara horfa sjónvarpið já, svona velunum sér rétt, sko svo auðvelt að, eins og segir að byrja daginn bara vaknar fyrsta sem þú gerir, fer símann, fer eitthvað dópamín þar eitthvað, síðan sem kannski fór sér í vöruna líka, það er dópamín þar og síðan gleyma að borða, fór sér síðan eitthvað svona löðrandi, eitthvað juicy dópamín þar, skilur vinnur er kannski bara símann í vinni allan daginn, sækja eitthvað dópamín þú veist, kemur heimdeginn, fer ekki á æfingu fer bara að horfa á eitthvað þú veist, bara ert allan tíman alltaf stimulega dag og þú veist, þetta er svo auðvelt að en það er ekki allir sem fatt þetta, skilur eins og með þig, skilur þú byrjar að horfa á Netflix og varst veikur og þú byrjar að líða illa og ég er líka þannig, ef ég er ekki að gera neitt líðum bara illa, eða svona ef ég er ekki með eitthvað markmið og ég er ekki að stefna ef ég veit ég er ekki að gera það sem ég á að gera, skilur, þá líður mér illa og auðvitað, þú veist, ég er bara með mitt, minn tilgang og allir með sinn tilgang og allt sem þú gerir skiptir máli og Hvað, sko, mér langar að fara hans í að því að, einmitt, ég horfa á þig á samfélagsmiðlum og þú rosa mótiverandi og einmitt mótiverar og duglegur og bara strákurinn hennar systur minna 15 ára, hann alveg dýrkaði að ég fara að fá því viðtal og þú hlýtur að þekkja mikið af krökkum sem að, fyrir þá sem sko er að hlusta og horfa og þekkja það ekki, Gummi Emil. Hvaðan kemur, þú veist, fyrir svona ungan mann eins og þig, hvaðan kemur þessi svakalegi drifkraftur að fara svona, ég meina, bara svona slett, þú er bara all in. All in, já. Það er bara, ég tek þetta bara á mig. Ég bara, það þarf einhver að gera það. Það þarf einhver að fucking keyra þessa þjóð í gang og við erum öll saman í þessu. Við erum allir að, þú veist, ég fæ mikið hjálp frá fullt af fólki og við erum öll saman að hjálpa stað að gera heiminn á betri stað og ég byrjaði náttúrulega að posta TikTok 2001 eftir að ég fyrirleit TikTok ég var bara, hvað er það að gera þannig hálfutinu ykkar og eins ég var svona, ok, ég þarf að byrja á þessu og síðan bara, þú veist, tók ég upp og þetta er allt verið eitthvað svona, ok, hey, tökum bara upp og síðan bara gerist eitthvað, magic, skilur ég oft verið bara, er ég að fara að posta þessu ég eitthvað hérna með shades drullar í fucking Jimmy right now, skilur og ég bara, er ég að fara að posta þessu, skilur en 220.000 view að ástæðu að því við þurfum hvatningu í dag bara ungi kallmenn þurfa hvatningu og bara fólk. Hvernig fyrir því að fara út úr boxið þegar maður horfir á suma þessum vídeum þegar það orkar síðan þess að segir, jafnvel bera ofan með sólgleru inn í einhverju stórmarkaði eða hvað, þetta lítur að vera alltaf skreið út fyrir komfortboxið? Já, það sko núna
ekkert mál fyrir mig að gera hvað sem sko. Ég er frjáls og ég get gert allt og mér líður ekkert asnalega, mér alveg sama hvað auðvitað manni, maður vil gera gott en maður þarf að vera alveg sama hvað fólk finnst en þegar við erum í Vestló það var kannski með kynningu fyrir fram 20 manns og ég var bara átti erfitt með það og síðan fór ég að tóka þátt í Vælinu þá fór ég að spila ofan upp á svið með Hanakamp og einhver stelpur með mér að dansa og var að taka skúterlag á Vælið, það var svona söngakemni sko. Ég man bara, ég var alltaf að horfa á Vælið og þetta var alltaf mikið væl þetta söngakemni í Vestló það var alltaf og ég var svona, það þarf einhver að keyra stemming í gang ég tek þátt og tók það á mig sko og það var stemming og þá svona mætti ég overcome, eitthvað svona fear, skilur við að gera þetta rugl Hvernig það? Ég meina, að því nú, þú ert svona augljós dæmi með einhvern sem byggir upp vöðva og við vitum það alltaf, þú byggir upp form, byggir upp vöðva með því að fara í ræktina. Hvað með að byggja upp aðra hluti eins og til dæmis þetta? Ég held að það sé rosalega margir sem eru inni í skélinu sinni og eru allt of uppteknir af því hvað öðrum finnst og einhvern veginn þú voru ekki að bara láta ljósið skína skilur og þannig að það að láta ljósið skína þýðir þú þarft að vera asnalegur þarft að láta hrauna þessi yfir þig þarft að fara í gegnum þessu hvað eins og segir, hvernig ferðu frá því að vera skjálfandi yfir því að vera að fara að halda kynningu fyrir eitthvað yfir í að vera bara með myndböndan úti þar sem þú ert að gera eitthvað og drullu saman hvað fólki finnst það langt ferli sko langt ferli ég veit ekki það rosa auðvelt að skipti bara máli hvað þér finnst sem sjálfi að því að þú veist hver þú ert og þú ert með good intentions þá veistu að það fer allt 100% á rétta við þú veist saman hvað fólk segir fólk náttúrulega þetta Ísland sko Ísland elskar að tala og hann er að gera þetta og hann gera hitt og þannig skiptir einhver máli skilur það er bara að þú veist hver þú ert og þú ert að gera samfélagið betri stað og bara ef það er markmið bara að gera Ísland og heiminn á betri stað þá þarf maður ekki að hafa áhyggjur maður bara að gera sitt besta sko og ég er alveg tilbúin að lúka asnalegu skilur til þess að kveikja fólki að bara ungi kallmenn í dag er mikið skortur og tilgangsleysi á tilgang mikið tilgangsleysi hjá kannski fullt af fólki og mikið af bara kannski þunglindi og svona undanfarin ár aukning á því og mikið sjálfsmorðum í COVID og svona og það COVID náttúrulega fokkaði fólki upp sko og mikið ég tók COVID þannig að ég var bara mannískur að fara á esjuna bara eitthvað 4 sinni í viku og æfiði fokki mikið og bara auðvitað ég bara þurfti að gera ef ég hefði ekki gert það ég bara dotti í eitthvað sko Finnst þið fólk vera að koma tilbaka þú ert að vinna við þetta alltaf dag sem einkaþjálfari hvernig finnst þið fólk vera að koma út úr COVID-tímabilinu eins og núna það er margir sem komu sterkari tilbaka og síðan er margir sem komu út bara alveg bara bæta á sig 10, 20, 30 kíló með eitthvað og ekki dæft og síðan alltaf voru allir bara heima í símanum þannig að ennþá meira fólki orði það eru allir háðir símanum og það er stærsta fíkn okkar tíma, símafíknin og það er bara það eru allir að díla það þurfa allir að meðvitað að pæli að vera ekki ómikið í símanum og það er mjög góður punktur sko við vitum þetta öll en samt erum við öll í þessu sko já ég veit það þetta er bara, maður þarf að setja sér reglur og svona bara maður þarf að vera, við þurfum að fá dálítið svona bara hera aga í okkur sko og þú veist og sem er skólakerfi og annað með svona að þarf að ég er mjög jákvæður sko ég finn að það er meiri meðvitund yfir heilsunni í dag ég finn að fólk er á bara að hugsa meira þetta hvað allt skiptir máli núna bara heilsun eftir COVID þá sáum við aldrei þú veist bara þú veist ónæmiskerfi ég frá því ég byrjaði sem einkaþjálfari ég byrjaði 2020 mér finnst aldrei
núna í vetur, þá svona október, nóvember, desember, voru mikið af fólki bara veikt í 2 vikur, bara mikið pestir. Og það náttúrulega bara út af matnum, sko, og kannski hreyfingarleysi. Hvað myndir þú segja að sé í matnum? Bara ómikið af rusli? Já, það náttúrulega repjólið sykur, falið allstaðar, sko, í alls konar mat. En ég meina að þú getur borðað þetta í hófi, eins og the Stoics, stoicismi, 3 gildi þeirra hugrekki, viska og hófsemi. Hófsemi gífurlega mikilvæg. Þannig að segjum að, maður má borða það sem maður vill, skilur við. Auðvitað, ef þú ert 120 kíló, þá getur þú borðað hvað sem ef þú ert í calorie deficit og myndir laga heilsuna og kemur niður í 100 kíló, skilur við, af fitu. En síðan þarf það að fara kannski dýpra og minnst alltaf bara 10 máltíðir að 1 eða 2 séu óhollar, það sem sykur og repjóla, en reyna að hafa 8 til 9 af 10 máltíðum sem óunnin matur, sem bara kjöt, bara möndlur, hrísgrjón, fiskur, grænmeti. Uppávísu marki grænmeti. Hvað myndir þú segja ég alveg búin að stúdera, hvað finnst þér að grænmetinu? Þá tala hrátt grænmeti sem fyrir illa í meltinguna? Já, brokkoli, það náttúrulega bara búið til að fólki, man-made. Jú, grænmeti alltaf læg, held ég svona cleanse, sko, og það svona spínat gott, mikið að jafna í því, gott að maður að steikja það. Og gúrka getur hreinsa magan og en grænmeti kannski ekkert endilega möst fyrir okkur. Við erum við búum á norðurslóðum, það þetta mjög góð punktur. Við erum rándýr, ég veit ekki rándýr, nei, en við erum Við erum bara að horfa á hvað forfeður okkar voru að borða, sko. Já, klálega. Það var ekkert mikið grænmeti í boði hér, nei, sko. Og ekki ávegstir. En við náttúrulega erum að evolva, þannig að við erum búin að bæta við ákveðnum kolvetnum til þess að verða betri, verða gáðari, og við þurfum alltaf að halda áfram að þróast sem í mannkyninu. En þú nefndir repjólju, af því að sko, ég held að við erum lengur komin á þann stað, held ég, að vita allir að sykuróhollir. Svo bara spurning hvort að fólk getur farið eftir í, sko. Já, svona ódýra olía óholl, sko, svona fjöldaframleitt, svona sem á ekki að vera til. Við erum ennþá, ég held að ef maður ætti að nefna eitthvað eitt atriði í mataræði sem að það sem flestir gætu lagað sem fólk kannski minnst að pæli, þá eru það unnar grænmetisóljur. Það ekki? Eins og repjólja og sósur og eitthvað. Jú, vegna þess að þetta heikalegt, snakk. Þetta bara og keks. Mér það sko selst best í maturverslunum. Keks, snakk og nammi. Og þess vegna alltaf fremst. Já, ég sá bara, ég var að labba í einhverju búð í gær, man nú ekki alveg hvað búð það var, þá var þetta var ekki stór búð, sko. Það var stór út á landi. Og ég held að það verið, 8 hillur í búðinni og það eru 3 eða 4 af þeim voru nammi. Það bara, það sko 40% af öllu inni nammi. Þannig að hafa borðað svona góða mat, náttúrulega eigur dópamíni. Það auðvelt að vera háður þessu mat, sko. Ég fann það sjálfur, sko, það alltaf að borða, við þurfum að byrja að læra elda sjálf mat. Auðvitað elska ég veitingastöð, ég elska að borða á veitingastöðum og ég borða á mörgum veitingastöðum sem eru góður. En það þarf að vera í hófi, eins og allt, það þarf alltaf að vera í hófi. Ég var bara svona, ég borðaði á þessum mörgum stöðum og ég var svona, djúlega þetta gott. En svona, maður að vita hvað í þessu, sko. Og mér finnst að fólk ætti að segja það, hvað í matnum, sko. En ég meina, allt gott í hófi, skilur, og getur unnið úr repjólinu og sykri. Svo lengi svo ertu ekki að fitna mikið af þessu mat og þetta í 10 eða 20% kaloríum. En já, þessi unna grænmetisólja, það snakk, skilur, svona eitthvað palm oil eða eitthvað. Hvernig fer þetta í, sko, því að það fer ömulega í mig, sko, og sykur líka. En hvernig fer þetta í, sko, því þú ert með stóra fylgjendahópa bæði á Instagram og TikTok og þú ert að tala alltaf mikið onni sem mér frábært, onni í ungu kynslóðan, eins og segir bara frændi minn 15 ára, sko. Hvað ætti hann að heyra repjólju nema hjá manni eins og þér, sko? Hvernig finnst þér það náttúrulega ekki að fjallum þetta því þetta selur svo mikið pening, sko. Ég veit það, en hvernig finnst þér krakkanir og unglingarnir taka í það sem þú ert að segja? Mjög vel. Bara klára í slæðin? Ég fer bara í ræktina í Laugar og bara 10 gæðir sem lappa upp með að segja takk, skilur, og bara taka myndir og... Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.